Verið velkomin í seríu 2 af Sorgarkastinu, en í þessari seríu þá er ég komin með 3 samstarfsaðila sem að gera mig kleift að geta haldið áfram að framleiða þessa þætti og ég er ótrúlega þakklát fyrir það. En mér langar að segja ykkur aðeins frá þessum fyrirtækjum, en 2 af þessum fyrirtækjum eru Mjöll og Hvan og það eru fyrirtæki sem ég sjálf starfa fyrir, en ég ákvað að athuga hvort að þau vildu koma til liðs við mig þar sem að ég þekki þau fyrirtæki mjög vel og hef mikla reynslu á því hvað þau gera og síðan þykir mér óskaplega vænt um þau. Mjöll og Hvan eru 2 samstarfsaðilar Sorgarkastsins og síðan er það Meðvitund stúdíó. Ég ætla að segja ykkur stuttlega frá þessum fyrirtækjum. Mjöll er skartgripafyrirtæki sem að selur vandaðar vörur og þau eru sem sagt með verkstæði í Ármúla 42 þar sem verslun þeirra er. Þar handsmíða þau alla skartgripi og núna þegar ég er að taka þetta upp 11. nóvember að þá eru akkurat 2 dagar í að þau gefa út nýju línuna sína sem heitir Vök og ég er einmitt með fyrir ykkur sem eru að horfa á í mynd, þá er ég einmitt með skartgripi frá þeim, frá úr nýju línunni. En nýja línan er ótrúlega skemmtileg og öðruvísi. En Elísa Mjöll sem að er eigandi Mjöll, hún hannar línurnar og hannaði þessa línu og er ótrúlega spennt fyrir því að leyfa öllum að sjá. En þetta eru fullkomni gripir bæði fyrir mann sjálfan og til þess að gefa í gjafir. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því hvernig ég svona byrjaði í einhverju samstarfi við þau, en það er nefnilega svolítið skemmtileg saga af því að ég vinn í gjafaleik á Instagram hjá þeim fyrir mörgum árum þar sem ég þekkti þau ekki neitt og ég fer og sæki hringinn sem að ég er einmitt með á mér og þegar ég kem og sækja hann þá byrja ég að tala við hana Elísu og við spjöllum saman og einhvern veginn bara náum ótrúlega vel saman og síðan bara líður tíminn og mér dettur í hug svona eiginlega auglýsing fyrir þau. Og síðan þegar ég bara rekst á það einhvern tímann niður í bæ að þá segi ég þeim að ég sé með hugmynda auglýsingu og hvort þau vil ekki hitta mig í spjall þar sem ég kem með hugmyndum að ég geri myndband fyrir samfélagsmiðla og núna haustið 2025 þá var ég ráðin í markaðsmál hjá þeim. Þannig að stundum þarf maður bara að taka áhættur og þora að fá nei. Ég fæ þau oft og síðan er það þess virði þegar maður fær já. Þannig að ég er ótrúlega þakklát fyrir Mjöll og ég er bara ótrúlega lánsöm að ég vinn á skemmtilegum vinnustöðum og mig langar að segja ykkur frá hinum vinnustaðnum mínum sem er Hvan og Hvan er fyrirtæki sem ég hef starfað hjá í 8 ár en þau bjóða upp á námskeið, fyrirlestra, sérlausnir, þau bjóða upp á ferðir fyrir fagfólk og síðan eru þau með leiðtogaþjálfun bæði inn á stofnunum og inn í fyrirtækjum og þau hafa svo ótrúlega margt upp á að bjóða enda með mikið hæfileikaríku og reynslu miklu fólki í starfi hjá sér. En ef að þið farið inn á hvan.is þá sjáið þið að það er alls konar í boði. Mér langar sérstaklega í dag að segja ykkur frá barnanámskeiðunum sem þau eru með. En þau bjóða upp á námskeið fyrir börn og þá er það til dæmis vináttuþjálfunarnámskeiðin sem hafa gengið rosalega vel og hafa skilað góðum árangri. En stofnendur Hvan meðal annars bjuggu til þetta námskeið og þá er það til dæmis hún Vanda Sigurgeirsdóttir sem er svona eineltis sérfræðingur Íslands, maður getur kallað hana það. Hún er ein af þeim sem setti þetta námskeið upp og þar er einblínt á að kenna börnum svokallaða vináttufærni þar sem við tala um hvernig er maður góður vinur og hvernig heldur maður vinum. Og þetta er eitthvað sem við höldum oft að bara allir kunna en þetta er lærð hegðun og þetta er félagsfærni sem við þurfum að æfa okkur í. Og síðan er Hvan líka með sjálfstyrkingarnámskeið og mér finnst bara aldrei of snemmt að byrja á þessu en þar er lagt upp úr því að efla börn í sjálfstrausti og sínum eigin styrkleikum og framkomu. Endilega farið inn á hvan.is og skoðið úrvalið sem þau eru með. Síðan er það Meðvitund stúdíó og Meðvitund stúdíó er fatalega á netinu sem er ótrúlega sniðug af því hún er ótrúlega einföld og umhverfisvæn og það er svo þægilegt að þurfa ekki að fyllast fataskápinn sinn bara af endalausum vörum en þarna ferðu inn á heimasíðuna þeirra og þau eru með þekkt merki eins og Stínu Goye og Ganni og þú leigir þá flík og ferð hana senda í næsta dropp nálægt þér en dropp er út um allt land og síðan þegar þú ert búin að sækja vöruna og vera í henni þá þarftu ekki að þrífa hana
og svo færðu poka sent með í sendingunni þar sem þú setur flíkina í og skilar henni aftur á næsta dropp. Og þetta er svo einfalt og ég er núna búin að nýta mér þetta fyrir nokkur tilefni og mér finnst þetta bara algjör snilld. Þannig að endilega skoðið Meðvitund og tökum þátt í því að vera ekki að fylla heiminn af fleiri fötum. En í þessum þætti tala ég við Hrafnhildi Einarsdóttur en hún segir okkur frá sinni einstöku sögu. Ég vona þið njótið og takk fyrir að hlusta. Velkomin til mín, Hrafnhildur. Takk fyrir. Gaman að fá þig loksins til mín. Við erum búin að tala þetta svona í svolítið langan tíma. Já. Og núna ég loksins byrjuð hérna á seríu 2 og ég ætlaði eiginlega bara að biðja þig að kynna þig. Já. Já. Ég heitir Hrafnhildur Einarsdóttir og 31 árs og ég komin hérna í dag til þess að tala við þig og segja þér frá því þegar ég greindist með ólæknandi krabbamein. Já, einmitt. Eigum að byrja kannski bara svona frá, ég veit ekki hvort maður getur sagt byrjunni, eða svona kannski bara frá því þegar þú greinist og hvernig það ferli var hjá þér. Það var í rauninni þannig að svona svolítið mikið búið að vera að ganga á í lífinu. Ég átti þarna barn 2019 með barnsföður mínum og við förum í sikkur áttina 2021 og það tók bara verulega á og var bara erfitt tímabil og maður var svona að tjasla sér aftur saman eftir það. Og var með strákinn minn viku og viku og maður var bara svona að finna svolítið taktinn í lífinu og það var svolítið krefjandi en svo bara var farið að birta til og þú veist, bara lífi hélt áfram og þannig var það bara og síðan svona kannski haustið 2022 þá fer ég svona einhvern veginn að upplega einhverja smá svona dífu, svona andlega. Var farið að líða einhvern veginn svona, já ég var bara eitthvað ólík sjálfur mér. Gat eiginlega ekki komið svona í orð með neinum öðrum hætti. Mér leið ekki illa líkamlega, var svolítið mikið þreytt, fannst svona erfitt að vakna á morgnana, þó mér hefur reyndar alltaf þótt það erfitt en það var alveg svona ekstra þungt sko. Og einmitt, þá fór maður svona aðeins að velta fyrir sér, ok, er eitthvað bakslag að koma núna, þú veist, svo náttúrulega líka búið að vera COVID, þú veist, þetta voru náttúrulega bara svolítið skrýtni tímar þarna. Algjörlega, bakslag, ertu þá að meina bara frá því að hafa átt barn? Eiginlega meira sambandslítinn. Já, einmitt. Já, eða þú veist. Einmitt, bara er ég bara andlega bara kannski bara, já, akkurat. Veist, það var eiginlega bara, maður var náttúrulega bara að reyna að finna út bara hvað er eiginlega í gangi, þú veist. Já. Og já, það var aðalega þessi þreyta og eitthvað svona bara ólík sjálfur mér og hélt samt bara áfram í þú veist, var að vinna og allt það og hitta vini og svona. Síðan skipti ég vinnustað, færi mig á núverandi vinnustaði minn í ágúst 2022. Þannig þá var maður að byrja í nýri vinnu og þú veist, það er náttúrulega alltaf líka challenge, skilur við, bara að kynnast nýju fólki, fór á stóra vinnustað, fullt af nýju fólki og það er bara, já, þú veist, það tekur líka tíma að venja sig að vera í vinnu og eitthvað. Og mér hélt svona áfram að líða ekki alveg nógu vel og það fór svona ágerast og það fór svona bætast við einkenni eins og ég var farin að fá svona höfuðverk sem ég hef svo sem alveg upplifað alla ævi þanniglega, sko, en já, fór eitthvað aðeins að aukast og svo eftir sem svona tíminn leið þá var ég farin að fá svona jafnvægis truflanir og fekk svona hátíðnihljóð í eyrun inn á milli bara upp úr þurru og síðan fór svona sjónin líka eitthvað stundum að trufla mig eins og ég fekk svona, var að fara að líða yfir mig að maður fekk svona, já, bara fekk svona svart fyrir augun í smá stund og svo kom það tilbaka. Þannig að var svona ýmislegt sem að, þú veist, var farið að ringja svona ákveðnum bjöllum og ég ákvað þá að fara mitt til læknis og reyna einhvern veginn að koma þessu öll í orð sem var náttúrulega pínu erfitt
já, ég er bara eitthvað ólík sjálfur mér, Já, þú veist, akkurat. geturðu fundið út hvað það er? Já, maður líka, þú veist, svo oft bara eitthvað, hvað ef þetta er Já, eitthvað hræðilegt, þú veist, hvað ef ég er einmitt út af því já, að svona margir segja þetta bara eitthvað, ég pottþétt með krabbamein. já, Þú veist, maður hugsar það alveg, einmitt, örugglega, einmitt. en síðan er maður kannski ekki að fara að segja það. Nei. Ég held ég sem er krabbamein að því ég er þreytt. Já, sko, ég pældi ekkert í því þarna fyrstum sinn. Nei. Það var meira bara eitthvað svona, þú veist, ég var að láði bara, heyrðu, það er eitthvað baksla bara, það er mikið í gangi, skilurðu, og eitthvað akkurat. svona. Og ég fór þarna til læknis og hún spurði mig eitthvað, þú veist, bara einhverja almennar spurningar og þannig og skrifaði upp á að ég ætti að fara í sjúkraþjálfun, ég væri kannski bara með vöðvabólgu og eitthvað svona, fékk einhverja beiðni í það. En ég svo sem vissalega, það var ekkert það, sko, þá. Og og ég fékk þarna einhverja beiðni og svona og svo bara leið aðeins áfram tíminn og það fór svona ágerast og það var alveg bara orðið þannig að þú veist það var bara orðið svona kvíðavaldur þegar ég var að fá stráki minn til mín sem er mjög ólíkt mér. Þú veist ég bara fann að ég svona gat orðið valla sinnt honum eins og ég hefði viljað sinna honum. Hefði bara einhvern veginn ekki svona orku í að gera með honum eitthvað eftir leikskóla, bara fara heim og bara græja mat, það var bara eiginlega meira en nóg sko heldur en. Og þá svona fór hugurinn náttúrulega að hugsa bara hvað er eiginlega í gangi og skrítið að upplifa í rauninni bara, þú veist, ég var farin að efast minna eigin svona geðheilsu. Ég var svona, býtu, er ég kannski, þú veist, að verða geðveik, þú veist, þetta var alveg svona skrítið af því, þú veist, það var engin breyting búin að eiga sér stað sem að hefði átt að útskýra svona mikla breytingu á líðan. Og þá fer maður nú svona aðeins eitthvað að lesa sér til og eitthvað svona og einmitt kemur þarna upp heilaæxli. Ferð að googla einkenni? Já, svona, þú veist, eitthvað aðeins að reyna að tengja saman, þú veist, maður þarf náttúrulega bara að standa svolítið með sér og þú veist, leysa stundur svona sjálfur. Já. Að því maður þekki sjálfur sig, þú veist, best. Já. Þannig, þú veist. Einmitt, og eins og þú segir bara svona einkenni sem að, þú veist, allir gætu sagt bara eitthvað, ég er allt svo þreytt, ég er, þú veist, með eitthvað svima, er eitthvað svona, eins og ég sé eitthvað, þú veist, þetta er svona, það er kannski það sem er svona svolítið óþægilegt þegar maður, og ég finna alveg, þú veist, þegar ég heyrði fyrst, þú veist, frá þér, svona, og maður svona spurði svona, þú veist, hver voru einkennin og svona, þú veist, þá er maður svona, verður maður svona stressaður, sko, og það maður svona, þetta er svo basic, já, þetta er svo mikið svona eitthvað sem að allir hafa verið að upplifa einhvern tímann, en síðan ertu, þú veist, eins og þú segir, síðan ágerist þetta svo mikið og einmitt auðvitað alls ekki eðlilegt þegar maður getur ekki lengur bara gert svona hversdagslega hluti. Algjörlega, sko, og líka bara, þú veist, það var ekki þannig álag á mér eins og í nýju vinnunni, þú veist, það var allt bara mjög eðlilegt og ég með gott bakland, góða foreldra og bara frængur og allt skiluru sem að, þú veist, þannig að það var ekki það að, einmitt, ég væri að kafna af því að það væri bara svona ótrúlega mikið að gera. Nei. Þannig að ég fer aftur þarna til læknis og þá er einhvern veginn bara svona, já, þú veist, þú ert örugglega bara komin í kulnun. Og það var eitthvað svona sem að bara hringdi, eða þú veist, ég tengdi bara 0 við, ég bara, þú veist, nei, þú veist, ég er ekki í kulnun, sko, ég er 28 ára og lífið mitt er ekki það erfitt og bara, þú veist, það bara hvarflaði ekki að mér. Nei, einmitt. Og einmitt þegar ég talaði við fjölskylduna eftir á og vini og og þú veist, þau sögðu mér líka bara, já, eitthvað þegar Hrafnhildur sagði að hún væri komin í kulnun, ég hef bara aldrei heyrt það, bara allir eitthvað, þú veist, það meikaði bara engan sans. Nei, einmitt. Svo bara líður tíminn og bara ég er að versna og fer að ágerast. Hættur að vinna? Nei, ekki alveg strax. Nei. Og ég man alveg eftir mómenti að ég var að keyra heim úr vinnunni, þú veist, á Miklubrautinni á 80 km hraða og þá bara fæ ég svart yfir augun. Guð, þú veist, það er bara svona móment þar sem ég bara svona, þú veist, það núna er eitthvað bara það er ekki eins og það á að vera. Já. En þú veist, fer aftur til læknis, það er bara kulnun og ég var bara að hvíla mig og hlúa vel að mér og þú veist, ekkert meira. Ég nefni þarna heilaæxli. Já. Og það er bara, þú veist, ekki tekið undir að ég var spurð, ertu að vakna á nóttinni með höfuðverki? Og það var ekki. Og þá var eins og það var bara, ok, ekki heilaæxli. Já, það var ekki það. Það var bara einhvern veginn svona þannig og þá var ég eitthvað, nú jæja, ok. Svo kemur hann að desember og ég bara geti raunin ekki lengur verið með strákið minn þegar hann er hjá mér af því ég bara, þú veist, það er bara orðið einhvern veginn óyfirstíganlegt að elda mat. Þannig að þá bara ákveð ég að fara heim og flytja aftur til mömmu minnar og stjúpföðus
og þannig að þau aðstofa mig náttúrulega, ég bara fekk að borða með þeim og við bara færðum okkur þangað og svo þarna komin desember og ég fer í 4. sinn til læknis og þá segir hann bara sama, ég sé bara komin í kulnun og skrifa bara upp á svefnlyf og róandi lyf og ég skrifar upp á 2 vikna svona þessa veikindaleyfi frá vinnu Ok. og það var bara það sem að maður svona já, ætlaði bara að hlýða, þú veist maður tristi náttúrulega bara svolítið á dómgrindina hjá þegar maður fyrir til læknis að hérna þeir viti hvað þeir eru, þú veist, já og auðvitað eru þeir að gera sitt besta sko og hérna svo fer ég heim og fer í þetta veikindaleyfi og sendi þarna á yfirmanni minn þegar ég var búin að vinna í 3 eða 4 mánuði, heyrðu ég hérna þarf að taka 2 vikna frí, þú veist, út af þessu og hann sýndi mér algjöran, þú veist, fullkomin skilning sem var alveg frábært og eitthvað mikill léttir, skilurðu, það var alveg maður var svolítið alveg að harka af sér Já. þú veist, já, það var alveg mjög mikið þannig Já, maður er svona, og bara vinnusiðferði þegar maður er bara nýbyrjar einhvers staðar, maður vill bara sanna sig Já. og þú veist, svo bara eitthvað, standa ég sig, get þetta alveg, Já. þú veist, ég er ekkit, það er ekkert að já, síðan bara þarna komin miður desember og ég er farin að segja nei við vinkonum mínar að koma með þeim í kringlununa, þú veist, að rölta því ég treysti mér ekki til þess, þú veist bara, ég bara var eitthvað svo orkulítil og eitthvað og síðan það líður þarna tíminn og það á Þorláksmessu þar sem að ég er eiginlega bara nánast orðin rúmliggjandi að fá þá svona höfuðverkjaköst þar sem að kemur bara svona hellist yfir mig, yfir höfuðið, alveg bara þvílíkur höfuðverkur sem að tók kannski 30 sekundur upp í 1 mínútu og svo svona fór það aðeins niður en ég hafði enga matarlyst, ég vildi ekkert borða og ég var í rauninni þarna bara svona komið með hvernig sem maður myndi orða svona óráði eða þannig, Já. ég var eiginlega bara svona orðin eitthvað aftengt Já, bara ekki að svara lengur, kannski. já, og mamma bara endalaust að reyna að láta mig borða og ég bara, þú veist, kom engu onni mig og neitt svo ældi ég líka skyndilega þarna einn morguninn og eitthvað en þarna var ég líka bara orðin sko eiginlega sjálf svona bara það rugluð að ég var eiginlega hætt að vera svona sína rökhugsun eða þú veist, einmitt. ég var einhvern veginn bara svona já, ég er bara í kulnun eða eitthvað, þú veist, það var bara svona allt einhvern veginn Já, það er búið að segja þér bara eitthvað, já, það er það sem er að og þú veist bara Já. eitthvað að díla við það. já, Bara eitthvað pretty much. reyna að vera bara, já. já, algjörlega og síðan á Þorláksmessu þá bara stígur mamma niður fæti og bara hinga ekki lengra og hringir í hérna heimilislækni minn og segir bara, þú veist, það er eitthvað alvarlegt að bara við þurfum það þarf að gera eitthvað sko og þá hérna græjar heimilislæknirinn bara svona CT scan Já. held ég alveg örugglega heiti eða svona segulómun Já. annarkort, ég ruggli alltaf saman Já. allavega og það var bara eftir hálftíma þannig að það bara mamma, eða já, stjúpa minn keyrir með mig þangað og ég er bara liggjandi á biðstofunni, skilur bara með loka augun og hérna og fyrir þarna í myndatökuna og svo fyrir við bara heim og læknirinn hringir aftur eftir bara klukkutíma eða eitthvað og segir bara að hérna við þurfum að koma til hennar, hún þurfa að fara yfir hérna myndina með okkur og þarna var ég sko alveg farin, þú veist, ég var bara ok, förum bara, þú veist, ég var bara ok, ég er að fara í bílinn, þá var eina sem hugsaði bara að labba í bílinn, ok, og ég lá bara í bílnum og svo komum við þarna inn og ég man ekkert sérstaklega eftir þessu en þú veist, mamma var með mér og stjúpabbi minn og þau segja bara, þú veist, þegar hún kom og tók á móti okkur, þú veist, það var mjög augljóst að hún var að fara að færa okkur einhver erfiðar fréttir svona á svipnum á henni og við förum þarna inn og hún eitthvað spyr mig hvernig mér líður og eitthvað og ég er mambla eitthvað, þú veist, já, ég er bara búin á því og eitthvað og þá segir hún að hérna myndin hafi ekki komið nógu vel út og það hafi fundist þarna fyrirstaða í höfðun á mér og það sem ég upplifi var bara eitthvað svona svona þvílíkur léttir, ég bara það var eitthvað, þú veist þetta var ekki kulnun þetta var ekki kulnun, bara ég var ekki að ímynda mér þetta í alvunni, það var bara nákvæmlega þannig, bara ég er ekki að missa kannski geðheilsuna en maður fer svo mikið að efa sjálfa sig algjörlega og þegar það er búið að segja eitthvað svona, ég get alveg ímynda mér að búið að segja eitthvað svona við mann því ég var náttúrulega svolítið ruglu bara ok, frábæra fréttir það er bara hægt að hérna fara í einhverja aðgerð og það er bara fjarlægt og bara upp og áfram og, þú veist, bara núna er komin eitthvað svona laust, svona komið eitthvað svona ok, þetta er að lögum það það var bara, þú veist
ég hugsaði með mér bara að þetta væri svona einhver æði eða, þú veist, maður einhvern veginn bara var ekkert eitthvað alveg að tengja og hún sendir okkur bara beint niður á bráðamóttöku og þar tekið á móti okkur og og síðan kemur einhver heila skurðlæknir og eitthvað svona og tilkynnir sem sagt að það líti út fyrir að þetta sé æxli sem að var eitthvað tennisbolti á stærð. Vá. Já. Og ég fékk loksins væntanlega verkjaleyfi eitthvað af því ég var bara að engjast þarna alltaf reglulega. Svo loksins þegar þá bara þú veist slaknaði svo á mér og þú veist þessar upplýsingar voru einhvern veginn ekki alveg að koma til mín, þú veist þau stóðu þarna við hliðina á mér og ég var svona ekki að gera mér alveg grein fyrir alvarleikanum af því ég var bara pínu farin. Já. Svo man ég bara að ég að horfa upp í loftið og þau eru eitthvað að tala saman við læknin og svo standa þau hjá mér og ég fer eitthvað að líta á þau og sé að mamma grátandi og líta á stjúpappa minn og sé að hann líka grátandi og þú veist, fyrir mér var svona bíddu nú við Orri, hann er grátandi þá svona einhvern veginn, þá fékk ég smá svona ok, þetta er eitthvað aðeins meira en að ég að gera mig grein fyrir. Já. Þá svona synkaðist inn, ok, við erum ekki kannski að tala eitthvað sem að verður bara laga og svo er það búið. Og þá er sem sagt þessi grunur að það sé þarna æxli sem að komið á svona langt gengið á háu stigi en það sé ekki hægt að í rauninni staðfesta það fyrir en að eftir aðgerð og ég sett þarna bara á lyf til þess að ná niður, það var sem sagt svo mikið bólga í heilanum, það var það sem að var að valda öllum þessum einkennum og það var í rauninni ekki hægt að senda mig í aðgerð strax af því að það var svo mikið bólga. Já. Þannig að þá komu 10 dagar þar sem ég var á þessum lyfjum og að vera ná bólgunni niður og svona og þá bara skipulega aðgerð 10 dögum seinna. Þannig maður fór þarna heim, já ég gisti eina nótt og vaknaði aðfangadag einin í einhverju herbyggi og þetta var alveg, já galin upplifun sko, þetta er bara það var allt svona, þú veist, allir boltar sem maður er einhvern veginn með á lofti í huganum, skilur maður í vinnu með barnið sitt og eitthvað, það bara svona kom algjör þögn. Já. Og maður var svo mikið í núinu að þú veist, ég bara allt það sem er í gangi í lífinu hjá manni og öllum öðrum, þú veist, þetta er allt svo mikið eiginlega óþarfi upplifir maður þegar maður fær svona skilur fréttir, þá bara sér maður svo skýrt hvað það er sem skiptir máli. Algjörlega. Og ég geti ímyndað mér þegar þú ert að fá þessar fréttir á svona þessum tíma sem allt er svona jólabrjálæðis dæmi þar sem maður er búin að vera kannski í eitthvað svona, það er allir eitthvað ótrúlega stressaðir og þú veist, það er svona stundum svona, bara svona að fá þessar fréttir þá. Já, mamma sótti mig þarna á aðfangadagshátti og við fórum náttúrulega heim og upplifum skrýtnustu jóla áramót bara í sögunni sko. Akkurat. En þú veist, hvernig var það? Það var sko bara ótrúlega sérstakt yndislegt sko líka þú veist, það var einmitt eins og ég var að segja þessi jólaasi og gummi góður, ég er ekki búin að kaupa jólagjöf fyrir þennan og þennan, þú veist bara það er ekki það sem skiptir máli til dæmis jólin, þú veist, þetta er bara tækifæri til þess að vera með fjölskyldunni sinni, þú veist, það er frí í vinnunni hjá fólki og börnin eru heima og þú veist, kjörnar aðstæður til þess að búa til yndislega minningar. Já. Og þú veist, bara jólin voru alveg góð, þú veist, auðvitað var þetta svona, lág þetta þungt yfir manni og á sálinni en ég upplifði samt bara svona einhvern veginn svo mikið þakklæti. Já. Stuðningurinn sem að maður fékk frá allir fjölskyldunum og öllum vinunum og þú veist, allir að senda manni skilaboð, þú veist, þannig ég upplifði rosa mikið þakklæti líka, en líka mikið þyngsl. Já, akkurat og bara, maður er ekki búin að örugglega vinna, ekki valla byrjar að vinna úr þessum upplýsingum. Já, algjörlega sko. Og náttúrulega ennþá einhver óvissa af því að þú veist, maður var ekki búin að fara í aðgerðina. Nei, akkurat. Þú veist, þannig það var ennþá eitthvað svona, ok, kannski er þetta ekki svona slæmt. Já. Og eitthvað þannig. Og síðan þarna
3. janúar og ég bara bókaði í aðgerðina og fyrir þannig sem að var, gekk bara mjög vel og vaknaði þarna eitthvað seinnipartinn og einmitt, það var ekkert vont sem kom mér á óvart, þú veist, ég held kannski að maður eitthvað svona illa þjáður eftir svona aðgerð, það sem bara einmitt skorið þú veist. Akkurat. En mér leið bara vel allan tíman á spítalanum og svona. Og síðan þetta sent náttúrulega í greiningu það sem tekið og við fáum þarna annan fund og mætum á þann fund og þá í raun nokkuð tilkynnt að þetta sé því miður á því stigi, 4. stigi og titlið þá í rauninni sem ólæknandi. Já. Og já, þú veist, auðvitað var það högg. Foreldrar mínir náttúrulega héldu í þá von að, þú veist, þetta fær allt vel og þú veist, þetta myndi ekki koma svona illa út. Já. Sem að maður skilur alveg, sko. En ég hins vegar, svona einmitt, skemmtilegt að segja frá því að þannig, þeir lágu á spítalanum á degi 3 eða 4, hvað sem var, þá bara lá ég og var að horfa út gluggann og þú veist, ég fekk bara svona, ef maður á að kalla hugljómun eða hvað sem að fólk í rauninni vill túlka það sem. Ég bara svona fekk þær upplýsingar bara, já, þú veist, þetta á 4. stigi og þú veist, þetta að fara að verða, þetta ekki góð niðurstaða. Og bara, þú veist, það var ekki eitthvað svona með gruna, þú veist, þetta var bara svona staðfesting. Já. Ég bara fekk þessar upplýsingar til mín. Já. Og ræddi við pappa minn áður en að við fórum á fundin bara, þú veist, ég veit að þið eru rosa mikið að vona, þú veist, en ég bara, þú veist, því miður, ég bara alveg handviss að þetta ekki því miður. Já. Á lágu stigi. Og maður fer heim með þær upplýsingar bara að þetta við séum bara að tala að ég einhverja mánuði eða kannski 1,5–2 ár. Já. Max eða það var allavega svona skilningurinn sko sem að maður fekk í þessu mómenti, þú veist. Ég náttúrulega var ekki mjög móttækileg fyrir upplýsingum bara þegar að, þú veist, hann sagði þetta og þau héldu áfram að ræða, þá þurfti ég bara að fara og leggjast út af. Já. Þú veist, náttúrulega bara ennþá að jafna mig líka eftir aðgerðina og svona. Auðvitað. Og síðan, þú veist, förum við heim og bara einmitt þá komu alveg tímar sko, dagar og vikur þar sem að allt varð bara mjög svart sko. Já. Þú veist, og einmitt, þú veist, tilfinningarnar sem að eru að berjast í brjóstinu á manni, þú veist, efst á listanum hjá mér var náttúrulega bara auðvitað sonur minn, þú veist, það var bara óbærileg tilhugsun að vera að fara, þú veist, að deyja og gera hann, þú veist, hann myndi missa mig sem mamman, skiluru, og maður getur bara séð að, þú veist, þegar maður er orðin móðir, skiluru, þá það svo bara hræðilegt og ég upplifir henni líka, þú veist, hann að missa mig en ég líka einhvern veginn að missa hann. Já. Skiluru. Fara frá honum einhvern veginn. Bara algjörlega. Bókaði mér þess að fund með barnsföður mínum og foreldrum mínum og foreldrum hans þar sem ég bara var, skiluru, að fara yfir þar sem að, þú veist, mér fannst svo mikilvægt að ég myndi skilja eftir eitthvað svona þar sem að ég var að biðja þau að muna, skiluru. Já, þá eitthvað svona sem að þú vilt að hann læri frá þér eða viti frá þér eða eitthvað þannig. Já, bara, þú veist, svona heilræði og eitthvað. Já. Og þú veist, ég var ofta að fá til mín eitthvað það sem ég langaði svo að segja honum þegar hann verði, þú veist, eldri, hann er náttúrulega bara 30 ára þarna. Ég með, þú veist, í símanum svona nótur þar sem ég var búin að skrifa bara, þú veist, ímynda mér þegar hann var að fara að fermast og þú veist, að því upplifunin á þessum tíma og þú veist, til upplýsingarna sem maður fekk voru náttúrulega mjög grimmilegar, skilur að þetta væri bara handa við hornið. Já. Þannig maður fór náttúrulega bara einhvern veginn að raða lífinu þannig. Já, hvernig voru tilfinningarnar til, þú veist, læknana sem að sögðu, þú veist, að þetta væri kulnun og svona, þú veist, hvernig leiðir með það þá? Sko, það kom alveg upp svona ákveðin reiði sem að samt sem áður leið fljótt í rauninni hjá, sko, að því maður veit alveg að það eru vonandi allir að gera sitt besta, skiluru, og ég meina hann líka talaði það
læknirinn sem gerði aðgerðina að þú veist, þessi greining í rauninni, þú veist, það er mjög óvanalegt að ég skuli greinast með þennan sjúkdóm eða þú veist, þessa típu af æxli, af því þetta er svona typically eitthvað krabbamein sem að einhver á eldri árum fær og frekar kallmenn heldur en konur samkvæmt einhverjum tölfræðilegum upplýsingum. Þannig að þú veist, og auðvitað náttúrulega þegar þú færð labbandi inn til bara skilurðu einhvern sem að er þannig lagað funksjónal, skilurðu kominga keyrandi sjálf og já, ég held ég sem heilaæxli, þú veist, ekki ekki, já, það er mjög líklegt. Nei, einmitt, þetta er bara ótrúlega erfitt að meta, þú veist, algjörlega, þannig ég skil það alveg líka, en þú veist, svo fer maður líka að hugsa hvað, þú veist, hverju, þú veist, hverju er þetta, hverju fæ ég þetta, þú veist, ég var í fótbolta, ég var orðið fyrir svona nokkrum höfuhöggum og þú veist, það er allt svona pælingar, skilurðu, bara hugsa allt, bara hvað ef ég hefði ekki eftir fótbolta, skilurðu, hefði þetta kannski þó ekki, þegar ég datt ekki þarna á hausinn, skilurðu, að því að já, þetta var svona hérna í framheila blaðsvæðinu og þannig það er, þú veist, fullt af svona hugsunum sem að maður getur farið að hugsa og velta sér rosalega mikið upp úr, en þú veist, niðurstaðan mín var alltaf bara svo, þú veist, sama hvað, þú veist, þá breyti ég þessu náttúrulega ekki. Nei, akkurat. Þetta er bara því miður raunveruleikinn. Já. Og þú veist, já. Ég fer sko að hugsa þegar þú segir þetta kulnunar dæmi. Já. Þá hugsa maður alveg, þú veist, hefði þið sagt þetta við kallmann? Já, þú veist, maður hugsar það alveg, þú veist. Þú veist, ég veit það ekki. Nei, Nei, líka bara, þú veist, nýútskrifuð úr háskóla, búin að vera á vinnumarkaði í, þú veist, 3 ár. Já. Þú veist, ég er ekki að segja að það kannski getur einhver farið í kulnun á því, ég veit ekki það. Nei. En þú veist, fyrir sjálfri mér þá bara svona, ég bara, þú veist, það var ekki séns sko að þetta væri. Nei, einmitt, og líka, mér finnst svo oft, náttúrulega, maður veit ekki hvernig fólk upplifir þetta, en fólk oft, þú veist, upplifir það svo mikið sjálft. Já. Með kulnunina, þú veist, mér finnst fólk tala svona það bara, þú veist, ég bara var að reyna en ég var bara einhvern veginn bara ekki ná að halda þessum boltum á lofti og bara kannski eitthvað mikið sem er búið að ganga á og síðan einhvern veginn svona ertu bara, þú veist, ég bara geti þetta ekki, þú veist, þetta er bara ómikið, ég bara andlega er ekki þar. Akkurat. Þú er kannski ekki alveg að lýsa þannig ástandi. Kannski ekki, nei, einmitt, þú veist. Þannig að það er svona, þú veist, jú, auðvitað, þú veist, skilur maður að það er bara mjög erfitt að greina krabbamein út frá þessu, skilur, þú veist, og vera bara eitthvað, já, þú ert örugglega með heilaæxli. Já. Þú veist, svo getur maður ekki ímynda sér að vera læknir og hversu margir koma og segja, maður veit það ekki, þú veist, er þau alltaf að fá þannig? Já. Bara ég er óslega þreytt, ég er svona. Akkurat. En síðan finnst maður einhvern veginn svo rosalegt að heyra og þú ert komin, þú veist, búin að flytja. Já. Þú ert komin heim til foreldrina þegar þú getur ekki séð lengur þig og hann, skilurðu, að það er svona alveg svolítið stórt, svona rautt flagg, skilurðu. Já, einmitt. En já, þetta er bara, þetta er rosalega flókið. Nefnilega, maður getur náttúrulega hugsað þetta alveg fram og tilbaka. En það sem var svona kannski, það sem að mér þótti erfitt pínu var að þegar ég var sem sagt í menntaskóla og svona, þá var ég að glíma við alveg svakalega mikla höfuðverki. Alveg bara, þú veist, kom heim á skólanum og bara, ég þurfti bara eiginlega nánast alltaf að leggja mig, að ég var bara með svo mikinn hausverk. Og ég hefði farið til læknis og það var einhvern veginn, já, þú ert örugglega með mígreni og fekk upp að skrifa einhver verkjalyf sem að, þú veist, var sagt, já, taktu þetta og ég, þú veist, auðvitað reyndi það skipti engu máli. Þú veist, ég tók hámarksskamt og þú veist, ég hætti því að því það bara bókstaflega skipti ekki með neinu máli. Breytti engu. Og það, þú veist, leit víst út fyrir það í þessu hérna sýni sem ég rannsaka, þá geta þær eitthvað svona náttúrulega lengi, já, eitthvað svona, þú veist, ég get ekki sagt eitthvað, já, þú ert búin að vera með þetta svona lengi, en það var alveg nefnt, þú veist, það lítur alveg út fyrir að þetta hafi verið lægra gráðu sem síðan stökkbreytist yfir í 4. gráðu og þá fyrir þetta náttúrulega svona úr böndunum.
Þannig að pínu kannski svona líka vangaveltur eitthvað, Já, er ég kannski búin að vera með þetta síðan ég var í menntaskóla og var þarna að glíma við þetta en það var bara einhvern veginn svona, þú já, veist, hunsað. já, En ef ég hefði þá kannski verið sendið myndatöku, þú mhm, veist, hefði það þá kannski komið í ljós og þá hefði verið hægt að fjarlægja það alveg eða hvað. Er það þannig með þetta krabbamein? Þú veist, ef þetta er greint snemma? Þetta er svo mismunandi. Mismunandi, já, það er ekki hægt að segja. Nei, Oh, bara staðsetningin. lífið er svo, og svo heyrir maður eitthvað svona, þú veist, bara eins og með Gunna hjá okkur, Já, það við stundum hugsa bara eitthvað, hvað hann, sko ég hef reynt að fara ekki í hvar smitaðist hann, já, hvernig fekk hann kvefpest, einmitt. af því að þú veist, þá getur maður farið í bara eitthvað, hvað ég ekki farið hérna á þennan stað þar sem hann mögulega smitaðist, skilurðu, af því það er ekki hægt að fara þessa leið í heilanum, ef maður gerir þetta, þú veist, þá er maður bara komin út í eitthvað, þú veist, það er ekki hægt bara alveg eins og með þetta, þú veist, ef ég hefði kannski verið meira vakandi yfir einhverjum merkjum fyrr, þú veist, þú ert ekkert að hugsa þetta út í menntaskóla, þú veist, ekkert eitthvað, kannski er þetta bara eitthvað mjög alvarlegt hérna heilast, þú veist, með eitthvað hausverki. Nei, bara, einmitt. Og ég var einmitt farin að nota gleru, það var enda svona pínu fyndin vinkill á þessu, ég notaði gleru alveg þangað til ég greindist, þú veist, byrjaði í menntaskóla, þá byrjaði ég svona að sjá svolítið eitthvað verð og einmitt var þá, já, þessin er kannski með svona mikinn hausverk eða eitthvað. Já. Fyrir þarna, ok, ég er með eitthvað ekki nógu góð sjón og var gleru eitthvað. Síðan eftir aðgerina, þá vaknaði ég og ég bara sé kýrskýrt. Pældi í þessu. En þeir vildu nú ekkert kannast í það nú samt læknarnir, sko. Já. Það var eitthvað bara svona, Þú notar ekki gleru núna? Nei. Ég fór ekki út á þess að vera með gleru eða linsur. Í alvörunni? Já. Og svo bara eftir aðgerina leit út í gluggann og ég bara býtu nú við. Ha? Já. Og segja þeir bara það tengist ekki? Ég nefndi þetta, sko, og það var bara svona eitthvað humma í burtu. Ég bara, nei, þú veist, það tengist ekkert og bara ekkert meira reitt og ég var bara, ok, en ég meina augljóslega. Já, og aftur svona þitt innsæi sem er svolítið svona, en ég finn fyrir þessu, ég veit að þetta er svona, þú veist, þú getur verið ekki með gleru, eða skilur Já. Já, skrítið. Mjög skrítið, sko. Ok. Já. Og þannig í kjölfarið, þannig ertu komið með bara þessa greiningu, svo koma þessi mánuðir þar sem að það er farið á stað í lyfjameðferð þarna. Já, þá komum við heim eftir þessa niðurstöður, þá það liði þarna einhverjir x margir dagar, ég man ekki alveg hvað voru 30 dagar eða hvað, það sem að þarf að jafna sig eftir aðgerina og það náttúrulega maður sástu vel á manni skiluru og mikil bólga og svona það þarf alltaf að fá svona smá tíma áður en að ég gat sem sagt byrjað í bæði lyfjameðferð og geislameðferð. Já. Það voru þarna 6 vikur af geislameðferð á hverjum degi, alla virka daga. Þú ert búin að fara í aðgerð og síðan þetta geislameðferð og er þetta ekki bara allt sem er hægt að gera? Jú, og það var svona það sem að hann sagði líka þarna á þessum fundi að það væri þarna meðferð sem að þau geta boðið upp á, það væri þá þessi geislar og þessi lyf og það væri svona alveg að reynast þessum hópi vel, sko, að væri í rauninni ef maður hefði ekki gert neitt, þú veist, ekki farið, þá væri við að tala um bara vikur, eða þú veist, það var svona orðað þannig allavega. Já. Og þannig við náttúrulega bara, ég auðvitað fór í það og það er svona, var erfitt í rauninni og ég léttist náttúrulega svolítið þegar ég var á þessu, eða ég allan upplifði litla matarlyst og svona. Og svo náttúrulega þegar að þetta er svona að sjattlast inn í fjölskylduna og alla, þá þá fyrir til dæmis pabbi minn bara algjörlega í baráttu hug og bara, þú veist, lagðist gjörsamlega yfir internetið. Já. Og er búin að vera síðan bara að lesa frá sér ráð og rænu, bara er orðin næstu því bara læknir í þessu, sko, hann bara skilur þetta svo vel og við fórum út í það að breyta mataræðinu og ég var sem sagt að borða svona það sem kannski myndu kallast keto eða lágkolvetna, var að sneiða fram hjá öllum kolvetnum og ég náttúrulega léttist náttúrulega líka út af því að ég er að gera það samhliða. Já. Og þá er það þarna 6 vikur í geislameðferð og síðan er einhver pása minni mig eftir hana þar sem að verið að gefa manni svona pínu tíma á að jafna sig og síðan
lyfjameðferð í minni með 9 mánuði Ok. sem að bara reyndar í svona töfluformi þannig ég Já. gat bara gert það heima. Já. Mátti maður að taka í 5 daga á morgni og og svo pása í 3 vikur á milli minni mig. Og já, og þá bara einhvern veginn snerist lífið svolítið bara einmitt að taka fyrst sinn var það bara 1 mínúta í einu, síðan Já. var það þú veist 2 mínútur í einu, svo var það 10 mínútur og þú veist tilfinningarnar og svona sveiflurnar sem að maður upplifði voru Já. bara þú veist svo ótrúlega djúpar lægðir og þú veist Já. svo kom kannski stundarleik þar sem maður fann svona von og þegar að þú veist sonur minn kom til mín bara þú veist það var bara það besta í lífinu skilurðu en maður var þarna að glímu inn í sér þú veist Já. og ég upplifði tilfinningar sem ég bara aldrei þurft sem betur fyrir að upplifa Já. áður mjög dimmar hugsanir Já. og mikil þyngsli. Er þetta mikið reiði eða er þetta, þú veist, eftir sár eða Já, allt? já, þetta var pínu erfitt einhvern veginn að útskýra það. Þetta var bara svona að ég trúði þessu valla, þú veist, ég bara svona trúði ekki að ég væri standandi í þessum aðstæðum. Já. Og mér fannst þetta svo ótrúlega sárt gagnvart synum mínum, líka gagnvart foreldrum mínum og bara fjölskyldunum minni, bræðrum mínum, þú veist, mér fannst ég alveg, þú veist, maður hugsaði alveg bara, þú veist, ég að fara að eyðileggja fjölskylduna mína, skilurðu, þú veist, það alveg svona hugsanir sem koma sem svona skrítið einhvern veginn að viðurkenna, Já, þú veist, akkurat. bara, Af því að rökhugsun veit alveg að, þú veist, þú ert ekki, en samt þetta svona, þú veist, Ég valdi núna þetta bara, ekki, sko, Já, einmitt. þú valdir þetta ekki, en núna er lífið einhvern veginn hjá öllum alltaf annað. já, Já. það var alveg, já, og bara skilurðu að fá einhvern veginn bara svolítið það spjald bara, já, þú veist, þú ert að fara að deyja Já. bara eftir ekki langan tíma Já. og maður er náttúrulega bara með drauma í lífinu, skilurðu Algjörlega. það sem mann er Alls langað að konar. gera og upplifa og þú veist auðvitað að fá að ala upp son minn og þú veist, fá að fylgja honum í gegnum lífið og bara fá að lifa lífinu og þú veist, það bara leit út fyrir að það væri bara ekki að fara að gerast, sko. Nei, og þessi óvissa, þú veist, Já. veit ekkert hvað er þetta langur tími. Þú veist, það er líka örugglega mjög skrítið. Já, sko, ég myndi segja nefnilega eftir að við fáum hana greininguna þar til að við hittum sem sagt geislalæknin sem að er alveg yndislegu maður. Þá fann maður líka sko svolítið mikið eftir að við hittum hann fyrst. Hann sko hafði nefnilega mjög mikil áhrif á andlega líðinuna. Hann einhvern veginn gat talað þetta við mann með einhvers konar svona vonarneista með. Og þú veist, það er líka það sem skiptir svo gífurlega miklu máli Já. í svona aðstæðum. Ég meina, þú veist, ég var náttúrulega að fá hræðilega fréttir, en það er hægt að gefa hræðilega fréttir á marga vegu. Já. Þú veist, og það skiptir máli hvernig það er gert. Og kannski hvernig skurðlæknirinn, hans verkefni var náttúrulega bara lokið, hann var búinn að fjarlægja þetta, hérna niðurstaðan og þú veist, hann var í rauninni þá bara, þetta var hans verk og hann var að stíga til hliðar. Já. Og svo tekur þessi geislalæknir við og hann einhvern veginn svona, ég man alveg eftir því þegar við löbbuðum út frá honum, þá einhvern veginn svona sá ég örlítið ljós sko framundan, svona ok, þú veist, þetta er ekki alveg búið spil, þú veist, það eru þó einhverju mánuðir, maður var þó bara líka að hugsa þannig, sko. Já. Þú veist, ég ætla bara að njóta þá þess tíma sem ég á eftir með synum mínum og þannig. Já. En hann svona einhvern veginn pínu náði að blása mann upp og sagði, þú veist, það eru rannsóknir í gangi allan heim á þessu og það eru mörg ár liðin síðan að þessi meðferð sem þú ert að fara að fá í rauninni var gefin út. Það er í rauninni komið á tíma að það komi nýjar uppgötvanir og svona og talaði svolítið svona, þú veist, var að segja að þú veist, það er verið að vonast til þess að það sé eitthvað nýtt að fara að koma og vonandi nær þú því.
Já, þannig að bara það sko að Já. fá þessa von já, það einhvern veginn svona já, ok, ég get aðeins andað Mhm. mögulega já, og það skiptir bara ótrúlega miklu máli sko. bara algjörlega. þó að það breyti ekki stöðin einu sinni eða Nei, bara það að einhvern veginn smá, já, fá líka bara einhverja svona aðeins hugaróörgla. já, Þú veist, að það sé ekki bara stanslust bara einhver hræðsla. algjörlega Varstu hrædd? alveg uppliðið alveg inn á milli, já Mhm. þetta var bara svona einhver súpa náttúrulega Já, af, já, bara af öllu. bara já, þú veist ég hringdi bara náttúrulega grenjandi í pappa minn á hverjum einasta degi og hann skiluru gerði sér best að peppa mig og þú veist, já, ég trúi á Guð og þú veist, það er bara haldreipið Já, í þessu öllu saman sko, þú veist ég upplifði ekki sko svona kannski hræðslu eins og margir eru svona hræddir við að deyja já, ég get ekki sagt ég hafi svona þannilega að upplifa þá hræðslu af því ég veit hvert ég er að fara þegar ég dey sko ég var ekki beint að velta mig mikið kannski upp úr svona sjálfri mér það var meira bara mér var svo ótrúlega erfitt að vera að skilja fjölskyldina og vini mína eftir já, þú veist einmitt. og það var eiginlega, já, meira svona einhvern veginn þaðan sem sársaukinn var sko og svona fá, já, vera að missa af Já. lífinu með þeim öllum Já, svona einhvern veginn er það sem er svolítið sárt Já, já. myndi ég segja Þannig að þarna erum við 2023 og þú ert í geisla- og lyfjameðferð. já, Hvað gerist svo? já, er í því og er bara að einbeita mér mjög mikið að því að hugsa vel um mig það náttúrulega byggja upp þol og svona og er bara að einbeita mér að því að fara í göngutúra bara að drekka góðan kaffibolla með mömmu minni og þú veist, tala við hana þú veist, allar svona stundir sem að mér langar að segja að þú veist, maður er rauninni takið sem gefnum hlut þú veist, það varð svo ótrúlega skýrt bara að þú veist, það væri bara forréttindi næstu því að geta sitið á heimili með mömmu minni, við báðum með kaffibolla við geta tala saman, þú veist, einlæglega og þú veist, að fá að gráta bara aftur og aftur yfir sama hlutnum og mamma líka grátandi, þú veist, og aumingja mamma mín skilur og ég er barnið hennar, þú veist, þetta er svo ótrúlega flókið og náttúrulega bara leiðilegt og sorglegt og hérna síðan bara fer ég svona einhvern veginn að reyna að hafa dagana bara góða skiluru og maður bara nýtir öll tækifæri og til þess að eiga góða stundir með fólkinu og síðan bara svona eftir því sem aðeins tíminn líður og maður er hérna í þessum í þessari lyfjagjöf og svona og á meðan er pabbi minn að lesa þarna allar rannsóknir og allt og eitthvað og hann fyrir bara að koma með svona, þú veist, alltaf að segja mér heyrðu, það er eina rannsókn sem er hérna frá þessu ári sem sýnir að þetta og þetta og þetta hefur áhrif og eitthvað, þá einhvern veginn svona bara ykst kjarkurinn þú veist, í manni og mér er kannski svona, já ég segi ekki kannski svona baráttuhugur en bara svona einhvern veginn, ég horfi bara svona með jákvæðni og þakklæti framan í, þú veist, hvern dag bara, þú veist, þegar ég vaknaði þú veist, þá bara takk fyrir að lega mér að vakna skilur í dag er bara nýr dagur og ég er ógeðslega þakklátt fyrir það og bara svona hvert og eitt moment og það bara svona þess á milli sem að koma að lifi mann sko, bara það sem ég fór aftur alveg niður og allt sko, þú veist, þetta er alveg bara upp og niður nefnilega, og því ég held að þú veist stundum þegar maður tala mikið þú veist, að við erum báðar þannig svolítið að þú veist, við tölum líka allt svona fallega við þetta að stundum þegar maður er að gera það þá þú veist, það er ekki síðan hægt að einhvern veginn lýsa alveg hinu þú veist, jafn vel finnst mér þú veist, svo miklu auðveldar að setja í orð, þú veist, það fallega við það sem að lærir við erfiða hluti þú veist, hvað læri ég fallegt við það þegar ég lendi í einhver svona áfalli er að, þú veist, þessi hversdagslegu hluti skipta mestu máli, þú veist, hvað er fallegt að fá að bara
fara í vinnuna og þú veist, vera heima, leika í einhverjum kubbum með barninu sínu, eitthvað svona ótrúlega venjulegt verður bara langdýrmætast. Og það það sem að, þú veist, maður bara eitthvað svona alltaf að reyna að, þú veist, einbrá bara eitthvað, já, þetta bara eina sem skiptir máli, þú veist, og bara eitthvað vera með öllum og hlæja og, þú veist, en síðan einhvern veginn allt þetta dimma og erfiða með, en það erfiðara að setja það í orð og erfiðara finnst mér að svona ekkert endilega erfiðara að tala það, en bara svona, þú veist, já, þú veist, þetta svona samspil þarna á milli, þú veist, ég upplifði þetta allavega þannig, svona rosalega kærleik og þakklæti fyrir allt fólkið mitt og fyrir allt einhvern veginn sem að lífið gefur og síðan svona kemur svona bara eitthvað svona svakalegur sársauki inn á milli sem bara eitthvað, af hverju þetta svona, þú veist. Akkurat. Já, og þú veist, mér leið einhvern veginn bara fyrst sinn þá var rosa stutt á milli, þú veist, þessar svakalega vanlíðan. Já. Síðan fór það svona alltaf bara með tímanum aðeins að lengja á milli, þar til að þú veist, já, það bara var orðin undantekning í rauninni, þú veist, það sem að einhvern veginn maður var að hugsa út í þetta eða hvernig sem það ef maður á að geta sagt það. Já. Svo bara, já, þú veist, líður á tíminn og ég kláraði þessa lyfjagjöf og mér líður bara, þú veist, bara í rauninni vel, skilurðu. Og það var náttúrulega bara, hvað á maður að gera, þú veist, ég að fara aftur að vinna eða, þú veist, það var alveg erfitt. Já, býtu, ok, ætla ég að fara núna að vinna og svo kannski bara ég, þú veist, að fara að kveðja hérna eftir 3 mánuði. En maður vissi ekki alveg hvernig þetta var. Einmitt. En enn og aftur, pabbi var svo mikið að lesa sér til og bara, og hann var bara búinn að finna þarna mann sem að einhvers staðar frá Bandaríkjunum sem að með þessa greiningu og hann bara búinn að lifa í 20 eitthvað ár. Vá, skilurðu, og þá mitt svona, já, ok, en þú veist, þetta bara einn maður, en svo bara koma meira og meira í ljós að þú veist, það er einn maður og það líka einmitt, bara, já, bara eins og þú ert segið sér von, já, þú veist. Og það bara svona, ok, hvað var þessi maður að gera? Þá þú veist, aðeins búið að vera að finna út hvað hann var að gera og hvernig lífstíllinn hans og ég bara fór svolítið út í það og til dæmis að taka núna í dag ýmis lyf og bætiefni sem ekki einhver svona standard meðferð en bara fullt af rannsóknum sem búið að, þú veist, að svona sýna fram á að þú veist, hjálpi mögulega til, en það kannski ekki til staðfesting á því og þú veist, það ekki svona standard meðferð sem að spítalinn veitir, en þú veist, maður grípur náttúrulega bara allt skilurðu, og bara auðvitað það ekkert, þú veist, vogaskálinni bara, það annarkvort það eða, þú veist, ekki eða bara, ég ætla að prófa allt sem að, þú veist, hægt að prófa, þannig séð, þú veist, upp að náttúrulega svona með mörk og eitthvað, þú veist, eitthvað sem að prófa ekki, algjörlega. En það bara, þú veist, já, bara hver og einn þarf svo mikið að finna það, held ég, hjá sér. Já, og það bara svona eftir því sem tíminn leið og allt það sem að, þú veist, maður búin að lesa sér til og eitthvað, þá bara svona, heyrðu, hérna, þú veist, þetta kannski ekki alveg eins slæmt einhvern veginn eins og maður upplýði þarna fyrst. Já. Og upplýsingarna sem maður fekk fyrst, þú veist, þá veit maður náttúrulega ekki neitt. Nei. Skilurðu. En svo þegar maður svona búin að núna ná að lesa sér sjálfur til og, þú veist, já, pabbi minn búin að lesa allt gjörsamlega sundur og saman og þá einhvern veginn bara, þú veist, smá, þú veist, ég vakna á mótnana, þetta ekki að fyrsta sem ég hugsa, sko. Þú veist, fyrst var það bara, já, ég vaknaði 1 sekúnda, svo bara alveg rétt. Lífið búið, akkurat. Það bara svona allir mótna kannski byrjuði bara búf. Ég veit það, fyrsta sekundan þegar maður vakna bara eitthvað alveg bara, svo bara, nei já, það er svo vont já, og ég var bara, ég var aldrei eftir að vakna og upplifa svona, hvað segir maður, sálarfrið, eða skilur þetta alltaf svona, alltaf beint í þetta já. Það þú veist, ég tengi við þetta, þú veist, ég get ekki sagt eitthvað svona, allt í einu hætti þetta og ég veit hvernig það gerðist, heldur bara svona hægt og rólega, varð þetta bara miklu minna einhvern veginn. Já, þetta saying, tíminn læknar öll sár, þú veist, ég skil núna aðeins hvað verið að meina. Já. Sko, þú veist, þetta læknar það ekki bara check, sko. Nei. En það svona eins og maður svona venjist því að vera með þetta svona á bakinu eða í pókanum eða hvernig sem hægt að orða það. Svona eins og þú sár sem er með og þú veist, það djúpt þannig að þú færð ör, þú sérð það alltaf, það alltaf á líkamanniðinum. Akkurat.
þú veist, ég held að það sé svona besta myndlíkingin sem ég hef heyrt, þú veist, bara svona já, þú veist, þetta er alltaf að fara að vera þarna og þú veist, Já. þetta er ekki, þetta læknast ekki alveg, Nei, þú nei. veist, en þetta er samt allt öðruvísi. Já, Núna er þetta bara ör sem að, þú veist, þú Akkurat. getur strokið yfir og finnur fyrir því og Já. sér það, en það er ekki bara opið sár af því að þú ert búin að sjá það, skilurðu. já, Þú ert búin að tala þetta og þú ert búin að gera alls konar til þess að, þú veist, hjálpa sjálfu þér. algjörlega sko. Og það er eitthvað sem ég langar að segja, bara að því ég er ekki búin að segja núna, er bara það er alveg ótrúlegt að hlusta á þig tala og þú veist, ég náttúrulega þekki þig Já, fyrir, einmitt. þú veist, að fylgjast með þér og bara, þú veist, að sjá þig í þessu, það er alveg bara ótrúlegt, maður bara skilur ekki, þú veist, og það er mjög gott að maður skilur ekki, að maður veit ekki nákvæmlega hvernig það er að vera í þessum sporum, Akkurat. Takk og fyrir. bara, já, það er bara magnað. Takk hérlega fyrir það, Lilja mín. Já, Já, ég finn það alltaf þegar við tölum saman, það er ég alltaf eitthvað svona, það kemur alltaf einhver svona nýr vinkill hjá mér í minni sorg, þú veist, af því að það er rosalega mikill styrkur í þér, ok. það er það, og þú veist, þá er ég ekki að meina eitthvað svona, þú er svo dugleg, þú veist, ég veit að þú veist, þú valdir þetta ekki og þetta er bara það sem gerðist og þetta, þú veist, Mitt. maður er svona verðstundum svolítið svona, þegar fólk segir þetta, en það er bara eitthvað svona, það er eitthvað við þig sem er svona, þú veist, svona ólýsanlega, ég get ekki alveg sett það í orð, þú veist, það er bara eitthvað svona maður bara, þú veist, að hlusta að tala um þetta og hvernig þú segir frá öllu og hvernig þú talar þú veist, svona þína vegferð, það er alveg, það er ótrúlega mikil styrkur bara, ég held að það sé besta orðið. Vá, hvað þið fallega sagt, Lilja. Og bara, mér langar að segja sömuleiðis, það er Takk alltaf fyrir. bara yndislegt þegar við hittumst og tölum saman og bara verið í kringu þig. Algjörlega. Þess vegna erum við svona góðar að leifa öðrum að heyra. Já. Maður vonar að þetta hafi jáka áhrif, þú Já. veist, á einhvern. Það er líka svona það sem að mér fannst ég svona upplega rosa sterkt, þú veist, í kjölfara og svo öllu og eitthvað. Mér fannst þegar greiningi var og allt þetta bara, þú veist, allir þessi boltadutti niður, Já. ég var bara svona, ok, Já, það eru bara allir að eyða tímanum sínum í já, einhverja, sko, algjörða þvælu Já. sem skiptir gjörsamlega engu máli. Já, Bara engu máli. Þú veist, þetta er bara að fá að vakna, já, að fá að eiga vini og fjölskyldu, þú veist, það er númer 1, 2, 3 og bara endalaust. Að fá tækifæri til þess að eyða tíma með barninu þínu, fjölskyldunni, að fá að fara með barnið sitt á leikskóla. Og ég manni mitt svo sterkt eftir því þegar að ég fekk strákið minn til mín fyrst eftir þetta, svona alveg til mín þegar að hann fór að sofa kvöldin, þú veist, þá lásum við bók alltaf og hann sofnaði og ég gat legið upp í rúmi við hliðina á honum og bara hort á hann sofa bara í sko klukkutíma og bara lengur, bara horfa á hann draga andan og halda í hendina á honum og hann bara sofandi, þú veist, þetta bara, ég get bara verið hérna sem eftir sko, já, þú veist, maður sér það já, svo ótrúlega skýrt, og bara algjörlega, ég finn þetta mjög mikið líka. er það ekki? Jú, og þú veist, klálega eitthvað sem ég hugsa núna, þú veist, bara svona alls konar, þú veist, maður er að hugsa aftur í tíman og svona hvað er að dýrmætasta, þú veist, við Gunna og hvað er dýrmætasta við okkar tíma saman, Já. þú veist, það er það alltaf, allt þetta venjulega sem að gerði, að lesa bók upp í rúmi, Það bara er það, það er alveg þannig, sko, þú veist, það er bara það sem skiptir máli, það er svo satt. þannig að, þú veist, maður getur örugglega sagt þetta, maður hljómar örugglega eins og byrja plata og fólk bara, já, þú veist, en Já, ég veit það ekki, þú veist, það kom eins og köllinu við mig svona og ég verða, þú veist, ég verða að segja fólk veit þetta ekki. Akkurat. Þú veist, fólk skilur ekki hvað þetta er mikilvægt og bara að, sko, rækta sambönd er það langstærsta sem þú veist að fara að skilja eftir, held ég. Þú veist, þessi fallegu tengingar og þú veist, þegar þú gafst þér tíma. akkurat. Þú veist, og þess vegna hef ég verið, sko, rosalega bara svona föst á því bara, ok, að ég veit það ekki, þú veist, kannski er þetta smá út en mér finnst svo ótrúlega mikið verið að tala alltaf um svona, þú veist, við verðum að setja mörk og þú veist, ekki alltaf segja já við öllu og þú veist, ekki að, sem að já, er ótrúlega mikilvægt, en síðan er ég líka þar að þú veist, það er rosalega mikilvægt að mæta og vera til staða fyrir fólki sitt og koma og þú veist, plana og búa til tækifæri þar sem fólk hittist og svona, að því að
þú veist, já, maður þarf að vera með mörk, maður má ekki gera of mikið á þessu, en samt líka einhvern veginn að vera ekki bara eitthvað, þú veist, það er bara að vinna og síðan er bara þetta og þú veist, svo bara komur helgi og ég næ aldrei að gera, ég bara taka til helgar, þú veist, þá er bara líf farið. Algjörlega. Mér finnst, ég get alveg tekið undir þetta og þetta er ekki útúrsnúningur, að viðhorfið þitt, gagnvart þessu öllu, það er það sem skiptir svo miklu máli, þú veist, já, farið vinnuna, vá, vertu þakklátt fyrir að vera með vinnu og þú veist, þetta er kannski eitthvað svona mitt eitthvað cheesy, en þú veist, í alvörunni þú veist, pældi, þú ert með vinnu þar sem þú færð að fara og þú færð að gera eitthvað, skiluru productive í kringum samstarfsfólk, það er kaffibolli með fólkinu, þið hlægið, skiluru saman, þú veist, að ef maður horfir með réttum augum á aðstæðunar lífi sínu, þú veist, þá bara er ekki í langflestum tilfellum allavega, þú veist, það geta flest allir séð eitthvað gott við daginn sinn. Þrátt fyrir að það er oft bara mjög erfitt í lífinu. Og það er líka bara eitthvað sem að mér finnst svona pínu, ég veit ekki, þú veist, kannski svolítið mikið líka á Íslandi að þú veist, þegar við fæðumst og svona, þú veist, það er ekkert eitthvað svona sjálfgefið að þú eigi frábært líf. Þú veist, lífið er bara eins og það er og það er ekki alltaf gleði og þú veist, það er alveg jafn mikið erfitt eins og það er oft gaman. Og þú veist, það er þvílík forréttindi sem að við búum við hérna, sérstaklega hér á Íslandi, að svo mörgu leyti. Og ég meint með að setja þessi mörk og eitthvað, það er rosa mikið svona, svolítið svona pínu harka. Núna, allavega, finnst mér í mínu upplifun, svona, einmitt þessi miðal samskipti, auðvitað á maður að setja mörk, maður getur líka að setja alveg mörk svona með blíðum hætti, skiluru, að vera svolítið svona meira góði náungan, akkurat, þú veist, og ef einhver er dónalega við mann út í búið eða eitthvað, þú veist, þá bara örugglega er hann að eiga erfiðan dag og ef þið langar að hafa einhverju jákvæð áhrif, þá bara sýna honum skilning og bara, þú veist, leiðilegt að heyra að þér greinilega líður ekki vel eða skilur, ég vona að dagurinn verður góður, þú veist, þú ert miklu líklegri að ná einhverjum árangri í samskipti við fólk með því að segja eitthvað svona, hvað ætlar að segja við einhvern sem að segja svona við þig í staðan fyrir býtt í þig eða skilur, að verða reiður á móti og allt þetta, þú veist, það eyðileggur daginn þinn frekar í staðan fyrir tökum við öllu bara, þú veist, við erum jákvæð og góði hvort annað og horfum jákvæðum augum á hlutina, svo margt sem við höfum ótrúlega gott. Bara algjörlega. Þú veist. Við höfum sko aðalega bara svo mikið á tækifærum. Þú veist, ég fann það rosalega mikið og bara eitthvað svona þegar ég, þú veist, var eitthvað svona plan að byrja aftur að vinna og eitthvað því að ég var svo lengi, þú veist, bara eitthvað, ég mun aldrei fara aftur að vinna. Það er bara ekki séns að ég sé bara eitthvað að fara að mæti einhverja vinnu þegar ég er búin að missa barnið mitt. Þú veist, það er bara fáruleg pæling, þú veist. Ég bara þarf bara einhvern veginn að ég veit ekki, bara verða að gera eitthvað annað við lífið, þú veist, ég get ekki fara aftur að vinna. Svo þegar þú veist, svo tilfinning koma aftur, bara hvað mér langar að fara í vinnuna og mér langar að, þú veist, vera skapandi og, þú veist, gera eitthvað skemmtilegt og gera eitthvað, þú veist, gott úr þessu og eitthvað neginn. Það var bara, það var svo mikill léttir að ég fann þessa tilfinningu bara eitthvað, vá, þú veist, mér finnst í alvörinni bara gaman að mæti í vinnuna og mér finnst, ég held ekki að þessi tilfinningu myndi koma aftur, sko. Nei, þannig að það hefur alveg verið svona stór sigur fyrir mig þótt að ég finna ég sko minna úthald heldur en ég hafa þið. Já. Þú veist, að ég er svona þú veist, það er alveg smá erfitt að vera með alla bolt á lofti, sko. En ég er að reyna einmitt, þú veist, svo maður alltaf einhvern veginn að reyna að vera einhverju svona, þú veist, gera allt, þú veist, sem er svona eins og þú veist að segja kannski þessi harka, þú veist, maður ætlar að vera frábær í öllu, en kannski meira það sko, að hversdagsleikin er meira tækifæri, þú veist, bara það má vera bara einn ógeðslega venjulegur miðvikudagur og ég er bara með hakk og spagetti en þú veist, ég segi vinkonum minni að koma með börnin sín, þú veist, og við erum saman og það er allt í drasli og þú veist, það skiptir engu máli og við erum ekki að fara að gera eitthvað svaka úr því og við erum öll dauð þreytt eftir það, heldur erum við bara með eitthvað pasta og síðan erum við bara að spjalla saman og börninu bara og þau fara að rífast og það er alls konar sem gerist og svo bara, þú veist, erum við bara í 2 tíma saman eða eitthvað og fara heim. Bara að sé einhvern veginn meira, þú veist, búið til eitthvað úr þessum hversdagsleika, sé ekki alltaf allt eitthvað svona ótrúlega mikið dæmi. Svo sammála og ég meina það er það sem skiptir máli, þú veist, mómentið að
þú veist, vera saman, vera saman Já. og þó að það sé allt á hvolfi, þú veist, Já. það alltaf hvolfi heimi á öllum, þú veist, einhvern tímann. já, bara Já. mjög oft, sko, Já, þannig þú veist, að akkurat, það svo satt. já. Maður er bara svo oft búin að, þú veist, bara eitthvað, ég hef ekki tíma í að, þú veist, hafa samband við alla vini mína og Já. allt þetta, þú veist, en Já. þú getur líka bara tala við í símann og farið í ísbíltúr í Já. 20 mínútur, eða þú veist, það þarf ekki alltaf að vera alltaf svona mikið, Já, svo stórt, sko. einmitt. Mér allavega finnst þetta að vera mjög svona góð lífsregla að fara eftir, að bara, þú veist, skapa svona lítil moment líka, bara í öllu chaosinu sem að hversdagslífið getur verið, sko. Já, ég verð að taka undir þetta, Já, bara algjörlega, sko. Og þarf ekki, þú veist, það er rosa gaman ef maður getur farið til útlanda með barnið sitt, sko, þú veist, Já. það er svo gott tækifæri að búa til marga minningar þar, já, en þú veist, það er líka hægt að fara í það og bara vera algjörlega úrvinda af því þú ert búin að vera að vinna svo mikið og þú bara ert ekkert á nærðu ekki að hvíla, staðnum, já, þú veist, akkurat, þó þú sér komin til Tenerife og er bara Já. eitthvað í símanum og þú veist, akkurat, skilurðu, já, fattaru? algjörlega. En hvernig er núna staðan hjá þér? Já, einmitt, núna bara er maður bara komin í fullt starf Já, aftur og bara farin að lifa venjulegu lífi, þú veist, að einmitt, bara mjög mörgu leyti. Einmitt, það er svona kannski eftirmálar er svona minna kannski úthald eins og þú Já. veist að segja. já, Þú veist, hérna, ég þarf alveg að sofa svolítið mikið, ég fer alveg snemma að sofa já, af því að hérna, já, það bara, ég get einhvern veginn ekki alveg keyrt mig mjög mikið út, nei, þú veist, það er svona kannski það sem ég finn að það passa bara upp á, já, já, Passa. þetta, passa upp á orkuna þína bara, já, algjörlega og hérna og bara einbeita sér einmitt að því að þú veist, þetta kapphlaup sko, Já. þú veist, það tógar alveg í mann já, ósjálfrátt, þú veist, þegar maður er í vinnu, þú veist, það er fullt að gera í vinnunni, það er einhverju viðburðir, ótrúlega gaman, en þú veist, allt þetta tikkar í, þú veist, að tekur að manni ákveðna orku skiluru og það er bara x margir klukkutímar í hverjum degi og svona skiluru, hann er bara svolítið að forgangsraða já, og reyna að muna, reyna að taka svona tjekka hverjum degi bara einmitt hérna ég er hérna og þú veist bara horfðu í kringum mig og bara svona svolítið reyna að muna að vera svolítið í núinu já, og hérna já, annars bara já, ekki nein lyfjameðferð eða neitt meira eftir þessa hérna upprunalegu eða fyrstu meðferð sem ég fór í já, og er bara í eftirliti núna á 3 mánaða fresti alltaf Já. það sem ég fer í myndatöku og hvað hefur komið út úr því? það hefur bara sem betur fyrr haldist í bara stað Já. síðan að hérna ég lauk meðferðinni og það er í rauninni bara pínu staðan ennþá Já, þú veist, og það er að vera komin 3 ár núna í desember síðan að vá, einmitt, hérna, þetta kom upp þannig að þú veist, það gengur bara rosalega vel og mér líður mjög vel þú veist, daglegt líf er bara orðið nokkurn veginn venjulegt aftur einmitt. Og hvernig ertu með, þú veist, þú ert að fara í þessi tjekk, ertu að hugsa, þú veist, finnst þú veist, undirbýrðu einhvern tímann eða þú veist, hvernig hugsar þetta? Ok, hvað það kemur núna út Einmitt. ekki góð niðurstaða, eða þú veist, það kemur slæm niðurstaða? Nei, Nei, ég bara hef getað bara svolítið svona það er bara svona ákveðið æðruleysi Já. sem að, þú veist, ég hef bara einhvern veginn fengið til mín í þessu ferli að hérna staðan er eins og hann er og hingað til hefur ekki nein breyting verið sem, þú veist, ég upplifi náttúrulega bara gleði og þakklæti skilur þegar að það kemur alltaf í ljós í hérna viðtölunum. já, Ég upplifi ekki í rauninni neitt kvíða fyrir myndatökuna eða einmitt fyrir hérna viðtalið af því að hérna ég sé það bara svo skýrt sko, þú veist, hvað eru áhyggjurnar mínar að fara að hafa áhrif á já, akkurat, bara ekki neitt, nei, bara skemma daginn þann dag, Já. sko, þú veist akkurat, þetta hljómar rosa svona bara gett einfalt, já, nei, bara sleppi, já ég bara bókstaflega sleppi, eða þú veist Já. og einmitt. einmitt, En þú ert kannski búin að ná að tileinka þetta svona þetta að vera í núinu bara Já. svolítið vel, það er eitthvað sem þú ert búin að vera að stúdera bara. algjörlega sko Já. og bara, þú veist
mín upplifun bara, þú veist, trúin mín og ég veit hvert ég að fara og bara einhvern veginn, þú veist, skrítið, ég ekki kannski búin að, þú veist, sætta mig við þetta en, þú veist, samt sem áður þú veist, ég bara í þessari stöðu og ég get ekki í rauninni ekki breytt henni það eina sem ég get gert að hugsa vel mig ég reyna að gera það eins mikið og ég get skilur legg mig fram við það opin fyrir mitt svona, öðrum aðferðum eða hvernig sem maður segir bæti efni og allt svona og bara horfi björtum augum á framtíðina, skilurðu. Ég ekki að velta mér upp úr þessu í rauninni, þú veist, þetta bara, eitthvað sem er núna partur af mér og það bara einhvern veginn þannig, þú veist. Þannig, bara lifa lífinu, gera skemmtilega hluti, reyna að vera góð við fólki í kringum mig og langar að láta gott á mig leiða og einmitt tækifæri að fá að koma hingað til þín af því maður svona pínu upplifir víst að þetta þurft að gerast Akkurat þú veist, sem að maður hefði svo sem vilja að hefði ekki gerst en þú veist, úr því þetta gerðist og eins og þá hvað getur maður gert gott úr því, skilurðu og það einmitt að mínu mati í minni stöðu, þú veist, að segja fólki og þú veist, reyna að koma því í skilum að þú veist, þetta svo dýrmætt lífið og ekki að vera að gleyma sér í þessum litlu veraldlu hlutum og bara algjörlega hlúa af sjálfum sér og fólkinu sínu og vinum sínum og tala við þau erfið mál, skemmtileg mál, bara það allt og reyna að fara svolítið á dýptina við fólkið sitt og svona raunverulega, þú veist, heyri fólkinu sínu og tala við fólkið sitt. Já, akkurat. Ekki bara eitthvað message hæ, hvað segiru? Akkurat, hvað frétta? Já, allt gott, en þér, já, bara allt gott Já, búið Ok, bæ En hvað finnst þér hafa hjálpaði mest af því sem að þú hefur Það sem að mér þykir svona skipta miklu máli og hjálpaði mér alveg gífurlega þegar að þessar neikvæðu hugsanir sækja á mann þú veist, að maður þarf svolítið að vera á svona varðbergi að þú veist, þegar svona neikvæð hugsun bara já, þú bara með þessa greinu, þú bara að fara að deyja og þetta bara allt ömurlegt, þú veist þegar þú farið þetta að bara taka hana og bara, heyrðu þú veist, lífið bara, staðan bara svona og ef ég að velta mér eitthvað upp úr þessu þá mér bara að fara að líða illa þannig ég bara ætla ekki að leyfa þessu og taka yfir og bara vinsamlegast til hliðar og bara einbeita og bara bókstaflega fara að hugsa að telja upp og ég gerði þetta bara, þú veist, alltaf góða bara barnið mitt, mamma mín, pabbi minn bræður mínir, stjúpabbi minn þú veist, ég elskaði svo mikið og þú veist, bara alltaf jákvæða og góða, bara reyna bara að láta hugan bara vera að hugsa eitthvað svona gott eftir þetta tímabil þegar maður þarf samt alveg að fá að syrgja, skilur það fullkomlega eðlilegt en svona ef maður ætlar að ná að nýta tíman og ég meina við erum öll deyjandi að ákveðnu leyti við gætum lent í slys á morgun sko og þú veist fattaru, við erum alveg öll í sömu stöðu á ákveðnu leyti hvað var þetta að bara reyna að horfa á það góða, jákvæða og fallega og yndislega og einbeita sér svolítið á því og ekki leyfa hinnu að ná svona tökum á manni myndi ég segja, já hafi það sem hjálpa mér mjög mikið Hefur farið þú veist, hefur farið til fagaðala sem hefur hjálpað þér? Já, ég ætlaði mér að segja það áðan það gott minnist á það ég á vinkonu sem að þekkti til í ljósinu það alveg frábær staður fyrir þá sem að greinast með krabbamein ég var ekkert eitthvað æst að fara þangað en þú veist, það var ekki einhverju fordómar, það var bara, þú veist ég einhvern veginn bara átti pínu erfitt með að svona eitthvað stíga þarna inn og eitthvað en hún fór með mér og þar var mitt svona ungar stelpur að hittast og það var og mæntanlega svona vikulegir hittingar og ég hitti akkurat á þær og bara, þú veist, það var bara ótrúlega notalegt að sjá, þú veist, já, það eru fleiri í einhverjum svona málum því miður sem að þurfa að takast á í svona bara geta speglað og ég nýtti mér og mætti þarna alveg á reglulega fundi
og þau eru með bjóð upp á sálfræði þjónustu, markþjálfun og fullt af svona skapandi list og bara alls konar í boði og bara einmitt, það hjálpaði mjög mikið og einmitt líka til að svona testa smá þoli hjá manni. Já. Þú veist, það var alveg nóg að fara kannski klukkutíma hitting fyrst sinn sko, fyrir mig bara þann daginn, þú veist, þá bara þurfti ég að hvíla mig alveg eftir það og þú veist, það tekur alveg svona á sko. Já. En ég mæli mjög mikið með ljósinu. Já. Og ég fór líka í kraft sem er svona fyrir ungt fólk sem að greinist með krabbamein og það er líka flott starf og ég bara einmitt mæli mjög mikið með því að nýta sér þá þjónustu sem að er í boði og krabbameinsfélagið það er líka að bjóða upp á ég fór í svona slökunatíma og hitti félagsráðgjafa og já, félagsráðgjafi sem getur aðstofað mann varðandi svona endurhæfingu og þannig setja upp svona plan og kann kannski svolítið þarna á kerfið. Já, akkurat skilur aðeins svona hvað maður, það er mjög flókið. Já. Mjög flókið. Trúi því. Það er mjög gott að fá hjálp með svoleiðis. Já, akkurat. En já, ég myndi segja að það hafi allt mjög svona verið til hins betra að fara í þá tíma alla. Já. Og kynntist þarna hópi sem er og frábær og yndislegur hópur af stelpum og við hlupum mitt í maraþoninu, Reykjavík maraþoninu saman og söfnuðum fyrir ljósi. Það var alveg geggjað. Já. Er einhver svona lokaorð sem vilt skilja eftir svona? Leið mér þessa. Smá pressa. Ég held að sé bara einmitt sömmari á þessu, bara öllu sem við erum búin að tala um. Þú veist, eins og já, lífið er núna, það er náttúrulega bara mjög djúp setning sko þegar maður er búin að upplifa svona. Það var svona að fyndi hvað svona einhver svona slagorð oft fannst mér bara svona rétt svo þú veist, þau náðu ekki til manns mikið. Akkurat. Svo þegar maður stendur fram við fyrir þessu bara já, lífið er actually bara, það er núna. Já. Bara núna, akkurat núna í þessu mómenti. Þú veist, það er ekki á morgunni eftir viku þegar þú ert farin til Tenerife þú veist, það er bara að vakna í dag er bara blessun og gjöf og reyna að horfa á lífið út frá þú veist, gleði og jákvæðni og þakklæti það er alltaf að fara að gera daginn þinn og daginn hjá fólkinu í kringu þig margfalt betra og já ég held að það sé bara svona það sem að eru lokaorði mín. Já, það er líka bara mjög fallið lokaorð. Takk fyrir að koma, Hrafnhildur. Takk fyrir að ég er svo þakklátt fyrir að þú vildi koma og vildi deila út af því ég held að eins og þú sagðir áðan þegar þú heyrir, þú veist, bara stundu þarf maður bara að heyra eina sögu sem maður tengi við, já, þú veist, og þótt að hún sé ekki alveg eins og hjá manni en bara, þú veist, það er bara að gefa manni oft svo mikið. Já. Þú veist, bara einhver von og algjörlega. Og von er bara svakalega sterk. Bara virkilega og þú veist, ég er í svona þeirri stöðu þú veist, ég er með ólæknandi sjúkdóm skilur, þú veist, það er svona eiginlega ekki verra krabbameinsspjald kannski til sko. Akkurat. Og þú veist, ég er að njóta dagsins skilur, ég er í vinnunni hláturskasti með skilur að þú veist, lífið mitt er fyndið og skemmtilegt og jákvætt þrátt fyrir það. Já. Og ef einhver er að hlusta á þetta og er að upplifa að standa núna í dimmum dal þá bara vil ég að það komist til skila að það er algjörlega von fyrir þig. Já. Það er bara algjörlega þannig. Takk fyrir. Takk sem við leiðis. Hvað enda þessu, þetta var svo falleg orð. Já.
þú ert að fara að deyja bara Já, eftir ekki langan tíma